gaman að fá þig í þáttinn. Loksins. Takk, já, takk. Takk fyrir að bjóða mér. Ég hef lengi búið að langa að fá þig í þáttinn. Já, takk fyrir að bjóða mér. Síðan ég byrjaði, Þú, það ekkert svo langt síðan þú komst. Þú náttúrulega búin að vera bara í Bandaríkjunum í rosa mörg ár. Já, ég hef búin að vera í 11 ár. Og sko, ég held að þetta allt saman bara svona suðupunktur, bara sem að bara átt sér staði hjá mér, bara í mínu lífi, bara út af öllu þessu sem í gangi. Okay. Bara í vor. Í vor? Þetta, disruption. Það búið að vera mikið disruption, það gott orð. Oh my god. Já, þetta bara var til þess að ég bara fór að endurskoða allt og bara... Varstu ekki á leiðinni heim? Sko, ég var það ekki og ég var það heldur bara alls ekki þegar ég kom í haust. Ég kom í ágúst eitthvað held ég. Með 2 ferðartöskur með svona einhvern meðbæku já, ég gæti örugglega þurft að vera en kannski einhverja mánuði. Þú veist, og þá sá ég fyrir mér ég myndi kannski að fara aftur út fyrir jól, sko mér að segja. Okay. Mögulega og eitthvað svona, þetta var allt saman bara svolítið óvíst, en... Hér ertu ennþá? En hér ég ennþá, og ef ég á að vera alveg heiðarleg, nú skal ég vera alveg heiðarleg, þá það auðvitað búið að vera að baku eirað og ég sko einhvers þar inni mér að vera tilbúin til að fara heim eða gera breytingu í svolítinn tíma. Já, meðan þú varst úti. Meðan ég var úti, já. Þú veist, þó að það búið að ganga rosalega vel og búið rosa mikið að gera hjá mér í tónlistinni og þá sko að semja. En þá þú veist, þá einhvern veginn, þú veist, bara ég held kannski síðan Trump tók við, ég veit ekki. Eitthvað búið að vera... Já, það svona einhvern veginn, það maður að sjá það rosa mikið að ljótum hlutum sem að koma í einhvern veginn að koma på yfirborðið og maður átt að sjá allskis hlutum sem eru bara, þeir eru ekki, þú finnur ekki fyrir á Íslandi eða í Skandinavíu. Manni þegar ég var þarna úti þegar að ég náttúrulega kom tvisvar til LA og hitti ykkur og við kynntumst og svona. Og ég man að þá var sem ég heyrði í svo mörgum einhvern veginn, fólk var að pæli að flytja til Evrópu og talaði svo mikið safety og ég mitt bara safety, þá upplifði maður bara greinilega líður svona mörgum í Bandaríkjunum eins og þessu unsafe. Já, hugsaði þeir eins og vinkona mín, þau eru með svona sumarbústaði og taka mútið ferðamönnum og svona og þar komu til þeirra hjón og þau spyrja er eitthvað að velta fyrir sér hvernig það að búa í Íslandi og þar eina af spurningunum ekki og hvernig svo með school shootings og svona, hvernig það hjá ykkur líður alveg safe að láta barnið til skólan. Þetta bara, þú veist, þetta skuli hvarfla að fólki það senda barnið til skólan og þú þarft að spá í það hvort að barnið sé tilbúið eða viti hvað að gera nákvæmlega svo það kemur jarðskjálfti eða eitthvað svona þetta orðið bara eitthvað hluti bara skotárás í skólanum. Já, bilað. Þetta náttúrulega eitthvað sem búið að vera að því svo Trump tekur við, en þetta náttúrulega eitthvað sem í raun og veru búið að vera undirliggjandi í Bandaríkjunum í bara áratugi eða árhundruð. Algjörlega, ég er ekkert að segja það sé eitthvað, þú veist, eitthvað sem endilega, það ekkert búið að skána undir Trump, sko. Nei. En það þessi reiði og þessi einhvers staðar já, það eitthvað algjörlega á mis, sko. Einhvers staðar las ég að það væru talsvert fleiri byssur en fólk í Bandaríkjunum. Já, það ekki bara rétt? Ég held að séu, það 330 miljón manns, en ég held að séu 400 miljón byssur. Þetta glórulaust. Ég hafði ekki séð byssu í lífi mínu, nema í bíómyndum. Það svo mjög íslensk og saklaus stelpa þegar ég kom til Bandaríkjanna, þannig til að við sátum vorum í einhverju partí og þá var þetta var einhver raunveruleika stjarna og við fengum far og hann svona opnar hanskahólfið í fína Range Roverunum sínum eða Rolls Royce eða eitthvað, þetta eitthvað svona fínn bíll, ég veit ekkert bíla og þar eru svona búið að svona smíða út svona, veist, fyrir byssum svona hulstur. Já. Og við alla bara eitthvað byssa oh my god. En
sem samt svona fyrir eiginlega flest alla sem komið til Kaliforníu, þá það samt skrítið að þið langi að fara þaðan af því þetta að vissuleiti svona þetta algjör paradís sko. Þú veist, það geggja veður, flott náttúra, endalaust úrval af öllu, hvort sem það afþreying, matur, bara ótrúlega hæfileikaríkt fólk. Já. Það þá bara kerfið og einhvern veginn svona eitthvað undirliggjandi spenna og eitthvað sem Já, og bara fólkið og lífsgæðin, þú veist, sko, það kemur að bara, þú veist, það ekkert gaman að vera einn í paradís, þú veist, það ekkert skemmtilegt, þú veist, og fjölskylda mín hér og systur mínar eru báðar konar með börn og það svona allt einhvern veginn, bara svona allt í einu bara þyrndi yfir mig, bara ég get ekki mist meiri tíma með fólkinu mínu og já, þú veist, ekki það, ég ekkert að segja að ég hefur eitthvað eini í Los Angeles, sko, þú veist, ég handla á mína bara fjölskyldu í rauninni þar og ég hef allan tíma búið með fyrst byggum við náttúrulega 3 saman, ég, Alma og Steinunn og ég og Alma höfum alltaf búið saman og það ég er búin að vera mjög hamingjusum í LA, það alls ekki það. Þetta bara það svona, hvað eru allt innu bara, ég ákvað bara forgangsraða þessu öðruvísi. Þú veist, og eins og ég segi, þú veist, ég kom ekki tilbúin til þess að flytja, ég tók þess ákvörðun þegar ég var komin hingað. Líðið núna eins og sért búin að taka ákvörðun? Og nei. Ég líður ekki enda þannig heldur. En ég samt, þú veist, ég komin inn til að vera einhver tíma, sko. Okay. En ég finn alveg, þú veist, hvernig ég er að koma fyrir og svona íbúðinu minni og hvernig, þú veist, þessi hlutir eru allir, ég er samt, það einhvers staðar bak eira á mér, þú veist, ef ég þarf að stökkva eða ef ég ákvað að fara, þá get ég það. Já. Þú veist, Hvernig það? Því nú maður man eftir deginum sem hljómar ekkert skrítinn núna, en hann var mjög skrítinn þegar hann átti sér stað, þegar allir bara Bandaríkin búin að loka á Evrópu. Já. Og Evrópa búin að loka á Bandaríkin. Já. Ekkert mál fyrir þig að ertu með bara þá atvinnuleyfi? Já, ég er með atvinnuleyfi, sko, en þetta er flókið, sko, því að það er þannig að þeir eru með, þú veist, að þeir eru ekki með grænukortið. En þeir held ég að gera ykkur undanþágur, maður þarf að sækja undanþágur til þess að komast fram og tilbaka, sko. Okay. En þetta er flókið, sko, en það er alltaf lagi, það var ekkert mál fyrir mig að fara tilbaka, sko. Nei. En var ekkert mál fyrir að koma hingað? Nei, það var ekkert mál. Það var bara eitt flug frá Boston? Já, þú meina það, flugin, sko. Já, ok, það var alveg, það er líka bara að spila rosalega stóran þátt í því, í þessu, sko, þessu stressi, allt í einu, þá upplifði maður þessi fastan. Allt í einu vissi ég bara ekki hvort að ég kemist heim. Og ég var í einhverjum e-mail-samskiptum við einhverjum frá Icelandair og Steinunn vinkona alltaf svona að tekka hvort það væri flug, af því það voru bara flug að falla niður. Og ég bara sá ekki fram á að komast heim. Og þetta hljómar kannski einhvern veginn, það hljómar ekki stórt og þetta actually var þegar þú ert í þessum aðstæðum, þar sem þú ert svona langt í burtu, þú veist ekki neitt og þú veist ekkert hvernig hlutinir eru að fara að þróast. Og líka kannski að því við erum náttúrulega vissulega á Íslandi búin að vera með frekar létta reglur. Já. Að það eru ennþá skrýtnar ef þú ert í Kaliforníu með eitthvað svona lockdown og eitthvað skrítið og líka kemst ekkert Íslands. Það var eitthvað næstum eins og sé stríðsástand. Sko. Þetta er gjörsamlega, ég upplifði þetta þannig. Sko. Og það voru allir, þú veist, svo mikið að fólki var að lasið og fólk var bara að deyja og þetta er allt einu bara, þú veist, þá vissi maður líka bara miklu minni þetta heldur en núna. Einmitt. Og bara tilhugsunin bara hvað ef einhverju fjölskyldan er lasin eða, veist, og líka ef ég er lasin En að vera hérna núna, þú veist, þegar nú eru á taka döðtala á svona dimmasta tímanum og þeir eru búin að vera í öll þessi ár núna bara eitthvað starf það sem er bara eternal summer. Það ekkert skrítið það? Nei, ég er alltaf með sólskin í hjarta. Sko, nei, þú veist, það er ekki komið ennþá. En Steinunn sagði við mig þegar ég sagði henni, veist, ég er bara spáð að láta senda mér eitthvað á dótinu mínu og eitthvað, þú veist, og bara komur hans fyrir hérna, hún bara, já, ég er rosa ánægð með það, nema, geðu svo aðeins inn í vetramánuðina þegar það verða dimmara.
en ég allavega ekki orðin leið enda á. Ég þú veist, ekkert eitthvað ekki komið leið á myrkrinu og... En þetta búið að vera, þið náttúrulega fóruð þarna saman út, Já. Þú Steinun og Alma, Já. Og síðan var Steinun fyrst af ykkur þrem til að flytja heim, Já. Svo ert þú núna, svona eiginlega, Já. En Alma ennþá úti. Alma ennþá úti, já. Já, það er rosa mikið að gera hjá henni í, sessunum, mín sessun eru rosa, mér vantar ennþá íslenskt orðið við sessun. Session, það er svona, já, góð spil, svona... Það sem þú ert að taka upp? Það sem ég er að taka upp. Ég fer inn í stúdíó, upptökuver. Mér finnst eins og ég sé með eitthvað heila dauða núna. Já, ég veit ekki hvað. Það er örugglega einhver að hlusta og horfa sem er bara, hvað er alveg? En allavega, ég ætla bara að nota, þið verðið afsaka, ég ætla að nota þetta orð. Það er sérst, get ég rosa mikið unnið rafrænt. Af því ég er að vinna rosa mikið fyrir sjónvarp og svona, meira sjónvarpöldur en bíómyndir. Hvað ertu að gera? Ég er að semja þetta er eiginlega svona bakgrunnstónlist þetta er ekki, þú veist fallega fiðluspilið. Nei. Ég heldur er þetta eins og í svona raunveruleika þáttum að þá spilast á bakuð oftast poptónlist eða rocktónlist eða eitthvað svo leiðis. Þú heyrir ekkert endilega hvað þetta er og oft finnst þér þetta familjar, þú veist, þið finnst þetta kannski vera eins og, er þetta kannski Britney, er þetta kannski eitthvað þannig að þú spáir ekkert í það. En þá er þetta lög sem að fyrirtækin kaupa bara banka af og geta þá bara nota, þú veist, eru með textan og velja kannski eitthvað textan eins og ávið í atriðinu. Ok. Eða hvernig feelingurinn er. Og... Er þetta eitthvað svona, Þetta er svo... Pay as you play eða ertu á einhverjum samningum þar sem að þú veist, farið bara að borga fyrir hvert lag? Ég fær borga fyrir hvert lag, já. Og þau bara kaupa af okkur lögin, basically. Við búum til lög, kaupa það af okkur. Og svo, og svo bara, þú veist, bara heyrist þetta spilað í bara einhverjum Netflix þáttum og einhverjum svona... Mér langaði að spyrja út í Kaliforníu og bara LA, þessi borg, þar sem allir eru að reyna að meika. Já. Þetta er alveg meira en að segja það, að vera einhvern veginn að reyna að koma sér á framfæri tónlistarbransanum. Já, það er miklu meira en að segja það. Fer þetta ekki allar áttir, eins og þú veist, þið komið þarna út og fyrst eru þið með okkur hugmyndum og þeir bara hljómsveit og síðan einhvern veginn svona smátt og smátt fer kannski eina af ykkur að sjá, það er eitthvað tækifæri fyrir mig að semja, önnur það er eitthvað tækifæri fyrir mig í þessu og þessu og það fer einhvern veginn í einhver aðrar áttir að því maður Já, fyrir okkur, við erum alltaf verið svo samstiga, þú veist, þannig að ég held að fyrir okkur var þetta þannig að þegar við byrjuðum að gera aðra hluti, að þá var það því við ákveðum allra að gera aðra hluti. Við vorum þetta var alveg svona tímabil, þetta var svolítið flókið að vera búin að vera í bandi og vinna saman svona lengi og á þessum tíma búa saman. Nei. Að allt í einu svona standa frammi fyrir þeirri ákvörðuna bara svona, ég var bara að segja þetta gott. Það var erfitt. Veist, það var 2000 Var það ekki annað þegar ég gerði greininu um ykkur í mókan? Jú, þú gerðir einmitt greinina sem að 2015 eitthvað. Það eru hættar. Það var 2013 var það ekki? 2013-14 eða eitthvað, en þá var það alveg búið að vera svona undir niðri held ég í svona gott ár, og já. Þetta var alveg búið að vera ferðalag, þetta er einhvern veginn, margir búin að gleyma hvað þið voru alveg að spila þegar þið voru í Bretlandi, bara fullum Wembley og það var alveg búið að vera alveg journey. Spilað. Ég held þetta syngaði aldrei inn hjá okkur, við áttuðum okkur aldrei á því hvað það var stórt fyrir kannski bara að við erum fullarnar konur bara, bara við fórum 7 sinnum á Wembley og við vorum bara að spila fyrir 12 til 18.000 manns okkur einsta kvöldi og við fórum 3 tónleikaferðalög allt Bretland bara upp og niður Var þá Einar umboðsmaðurinn ykkar? Þá var Einar umboðsmaðurinn okkar og þá vorum við á samning hjá Universal í Bretlandi. Þá var þetta sem sagt annað árið í Nylon er sett saman 2004
og bara gengur hérna rosalega vel í hérna 2004, 2005 held ég þegar við skrifum undir samning, að gerum samning við Universal og svo í kjálfarið því þá kemur plata út á ensku og hún gefin út 2006 og það bara allt það ár, það var bara ég var ekkert heima á mér það ár, ég bjó bara meira og minna í Bretlandi. En hvað olli því að því það alveg bara Bretland alltaf líka stórt og London og það ekkert eins og þið hafa verið eina stelpubandið að reyna að ná í gegn. Hvað var það sem að gerði það verkum, þú veist, að þið náðu því í gegn á þessum tíma? Sko, ég held að bara að því við vorum íslenskar og við vorum ekki að gera típiska poptónlist á þessum tíma, sko. Við vorum að gera svolítið svona fóki, eða þú veist, þetta svo Losing a Friend ekkert eitthvað stelpubands lag, þú veist, það ekki típist svona, ekkert bubblegum pop. Sorry hvað ég sletti, ég er ennþá að leita mér á orðum og allskislutum. Allt í góð, við slettum ekkert. Það er margir sem sletta meir en þú þeir hafa búið hérna öll árin, sko. Já, ég býja því að hafa búið með íslenskri manneskja. Er það ekki líka dálítið gott þegar maður í svona, því maður sér að í Bandaríkjunum og sérstaklega kannski LA að þá verður fólk svona svolítið LA-ish en ef þú ert með íslenskum vinum þínum eða vinkonum allan tíman þá ertu með þessa íslensku jarðtengingu, er það ekki? Jú, og við erum líka alveg búin að lyftast frá jörðinu sko, nokkur sinnum sko, þú veist en þannig að ég held að sem betur fyrir er alltaf önnur hvar að draga hinna niður og eins og bara þegar sko veist, já, bara þegar þetta ævintýri svona var breytast, af því við náttúrulega við erum hérna í sko Bretlandi 2006 og svo 2007 svona verið við ykkur smá vinnu svo hann í kringum 2008-2009 þá verður svo mikið breyting á bandinu þá hættir Emilia, ég held að fara mér rétt mál þessum tíma og þá bara breytum við alveg förum við bara alveg nýjan gír og það er þá sem við förum til Bandaríkjanna og gerum hennan stóra samning við Hollywood Records sem er major label undir Disney og það er svona eftir að því líkur að þá förum við í svona major ham og það er það Charlie gefur út EP-ið og það var rosa mikið svona við megum gera það sem við viljum við ætlum að gera þá tónlist sem okkur langt til að gera og það er á þeim tíma sem að Stop It Go við erum að vinna rosa mikið með Stop It Go á þeim tíma og sem ég bara eiginlega fann að það var einhver bílskur bara fyrir mörgum árum síðan þá voru það einhverju bandistrákarnir í Versló og og já, þá voru, þú veist Þetta var rebela, þið ætlaði að vera rebelar. Já, það er þeim árum svona, þetta er svona, ég svona segja inn í það, það var hausinn okkur svolítið svona, þú veist, hvað erum við að gera, hvað næst og, þú veist, reyna að vera fólk. Þá finnst ég hvað það, að því þið náttúrulega byrjuði í nælon og það vakti ekki litla athygli, þetta var náttúrulega bara lífið eitthvað var bara í raunveruleika sjónvarpi og síðan man bara eftir viðbröðunni þegar það er allt í The Charlies og því alltaf með einhverja nýja klippingu og allt, það var mjög, fyndi hvað þetta hristu upp í mörgum á Íslandi og það var alveg viljandi gert líka sko. Veist, það voru margir sem eru bara reiðir Guð minn almáttur þegar aumingja pabbi minn sá myndbandið í fyrsta skipti þá hafði við verið að hafa búið að vinna í þessu myndbandi við Monster lagið. Ég veit ekki hvort að þú manst eftir því en það er svona smá klúrt Jú, ég man eftir því það er svona vintage klúrt það er svona, mér finnst þetta mjög flott sko þetta er svaka aggressíft og það var náttúrulega bara viljandi gert við ætlum bara að gera eitthvað bara, það veist, eitthvað sem bara myndir hrista upp í fólki og þá var yfirleitt sendi maður svona á fólki sitt fyrst og leifir því að sjá en ég var ekki búin að senda þetta á net þannig að þetta birtist held ég bara á Vísi eða eitthvað og systir mín fær símtal frá pabba mínum sem er í smá svona panik svona, ertu búin að sjá myndbandið?
og systir mín bara, hvað ertu að tala um? Ertu búin að sjá myndbandi af systurðinni? Þetta bara klám og systir mín bara náttúrulega, bara guð minn almáttugur, hvað er hann að tala um? Og pabbi skellir á, hringir strax í mömmu og mamma er á einhverjum hádegisfundi og hún eitthvað tekur upp símann og pabbi alveg í stresskasti, ertu búin að sjá þetta? Þetta er klám og mamma náttúrulega í miðum fundi sko hún hertaði mér aldrei slegið svona hratt, hún bara, ég ímyndaði mér bara það versta, ég ímyndaði mér bara það væri bara komið eitthvað klámyndband með eitthvað stelpur sem hefði lekið eða eitthvað hræðilegt á netið, þannig að þegar mamma sá myndbandið þá var þetta bara mjög flott ég ána með þetta þannig að við allavega náðum að hrista upp í einhverjum pappa mínum þar með heldum Ég mani mitt þegar þú sagði við mig einhvern tíðan þegar ég var úti og gentist ykkur þegar þú veist þegar maður bara svona þetta blindspot í hausnum okkur þegar þú sagðir, getur þú ímyndaðir svolítið ef að lífið þitt hefði verið í raunveruleika sjónvarpi þegar þú varst 18-19 ára gamall og svo væru allir í dag bara ennþá að horfa á Sölvi, þetta bara ennþá eins og þegar maður 18 ára. Já, ég veit það er nákvæmlega þannig sko. Það hlýtur að vera ógeðslega skrítið því þið náttúrulega fengu svo svakalega stórt plattform þegar þið voru svona ungar og það bara, einhvern veginn þá urðu þið bara mega þjóðþekktar og svo eru þið ennþá bara Klara í nælón, Alma í nælón þeir eru þetta bara ennþá eins og það voru sem ég er mjög stolt af það er ósað að fyndi, fólk sem spyrir Klara í nælón, ég kalla alltaf Klara í nælón ég bara, go for it það er bara, þetta er bara það sem að startaði mínum ferli og það er bara búin að gefa mér bara laðið grunn fyrir bara stórkostlegu lífi fyrir mig, ég er ofboðslega þakklátt fyrir þetta veist. En eins og segir, þetta er náttúrulega við allar svöruðum auglýsingu, við fórum í pröfur og við svörum allar auglýsingu sem segir leitum að söngkonum sem geta komið fram, sungið og dansað og það kom hvergi fram í auglýsingunni hvað þetta væri þannig við vissum ekki hvað við vorum að fara út í og þetta voru bara allt einhverja pröfur svona allar teknar upp og syngja og dansa og svo er okkur bara tilkynnt þegar við 3 vorum eftir, Einar kallar okkur á fund og við skrifstöðu bankastræti á þessum tíma og við mætum þarna 3, ég, Alma og Steinun Emilía kom bættist við seinna og og ég man bara eftir að setja þetta með 2 ókunnum stelpum að haldast í hendur undir borðinu einhvern veginn og vita einhvern veginn að það væri eitthvað tilkynning að koma og hann segir okkur það að þetta sé planið, við erum að fara að stofna fyrsta stelpuband Íslands og bara væru þið til í að vera þetta band. Það var búið að ákveða að Einar Bárðarson yrði þó umboðsmaður bandsins. Þetta er bara algjörlega babyið hans Einars. Það er Einar sem setti þetta saman, Einar á hugmyndina. Einar er náttúrulega bara guðfæðir ferils míns, sko. Ég á honum svo mikið að þakka. Og við allar. Og hann, þetta er bara algjörlega hans höfustur. Og hann vantaði náttúrulega bara plattform fyrir lögin sín. Hann er náttúrulega svo flottur laghöndur. Og ég var að rifið upp með Einar Ágúst að rifið upp fyrir mér ég var í þættum Einar Ágúst í gær og hann var að segja sko, það kom tímpútar sem við skítumar og vorum bara, við ætlum aðeins að taka okkur pásu og þá var Einar bara, shit hvernig á ég, hver var þessi ekki leið mín þannig að þetta er hann á alveg stóra portfóli af flottum lögum já, alveg rosalega mikið af flottum lögum og ég held að fólk ætti að kynna sér plötuna sem hann gerði fyrir 2 árum veldi sem þetta myndir það sem að allskins artistar er að taka mismunandi lög, já, og þetta er svo skemmtileg lög, þetta er svo flottur lagandur, sko. En þarna var, sko, síðan þegar þið farið til London, þá er þetta náttúrulega líka tími þar sem að var allt bara flæðandi peningum, þú veist, ég man að ég tók viðtal við Einar út í London 2006 eða eitthvað, þegar að Oxford Street var bara, þú veist, það var bara höfðustöða Baugs og svo var bara þetta fyrirtæki og þetta og endanum á Oxford Street var þarna veitingastæðurinn, eini Michelin-staðurinn sem Íslendingarnir opnuðu, Texture. Já. Oh my god, þetta var, þetta var, við nutum góðs að því, sko. Ég er að segja að það var vendalega verið þægilegt að svona, þú veist, þegar það er eitthvað svona íslenskt fjármagn að keyra á eitthvað band úti og það er bara svolítið svona það er nóg til, sko. Já. Það var alveg þannig, sko. Við fórum til dæmis vorum á einu flottasta borðinu á Brit Awards, sátum allar saman og þetta var allt saman bara svona íbúið fyrirtækisins og það var alveg geggjað að sjá Coldplay alveg up close og Prince,
Prins, þetta var alveg geðvikt sko. Hvernig var að vera að túra Bretland, þú veist að því ég er búin að vera með nokkra sem að hafa svona mismunandi Steini Kvarasi, þeir voru orðin það stórir að það einhvern veginn var bara svona utanumhaldi var bara að leika við 5-stjörnu hótel og eitthvað en svo er eins og mínus, það var meira bara geist á einhverjum lazyboyum og eitthvað Já, nei, það var ekki þannig þetta var, við vorum aldrei einhverjum kannski 5-stjörnu hótelum, en það kom alveg fyrir að svona einstaka borgum þá fórum við aðeins fínni hótelin, yfirleitt vorum við á bara svona keðjum Marriott hótelunum En voru það gist í rútunni? Nei, við vorum við vorum alltaf á hótelum sko og við vorum á svona litla mínivan bara og vorum með túrmanager sem var bara eins og bróður okkar og vakt okkur alltaf og alltaf búin að prenta út skipulag fyrir daginn því við vorum alltaf á tvöföldum túri eða sko þetta var þannig að við vorum á þú veist, skóla á morgnana vorum við á skólagiggum eða svona vorum að fara inn í grunnskóla og high schools og taka gigg og tala við krakkana á morgnana. Þá fórum við inn í svona hádegisliðum og þar voru allir komnir saman á sal við sungum og þau fengu að spura ykkur út í Ísland, út í bandið svo bara beint niður á venue á þess að rýna hvar sem við vorum finna búnisherbyggið og gera okkur til og svo bara giggum kvöldið og svo bara búnar á því kvöldið og byrja svo það var rosa skipulag Við föttum stundum ekki hvað Íslandi lítið þú ferði eitthvað svona fjölmiðla túr á Íslandi þá var það líka bara allt í sömu byggingunni það að fara eitthvað fjölmiðla túr í Bretlandi eða Bandaríkjunum alveg svolítið öðruvísi Já, þú bara fara eitthvað fjölmiðla túr hér þú veist, þá fór maður bara inn á þú veist, núna er þetta árið aðeins meira sko, finnst mér þetta aðeins, þetta er búið að stækka sko og en þá var þetta allt bara í sama húsinu og fór á var ekki 365 og svo rúf þú veist og og þá var það bara þá var útvarpsfundur búinn en þú getur farið á 100 mismunandi útvarpsstöðvar í hver einustu borg í Bretlandi sko. En hvernig er að síðan þegar þeir eru komna til Bandaríkjunum og svona, hvernig er að halda sér uppi við sko, þeir eru svo margir að reyna að vera leikarar og reyna að vera tónlistamenn og eitthvað svona, það kom tímabilann á það sem að þið voru á þannig að þú sagðir að samningur við Hollywood Records, það sem að þeir eru bara einhvern veginn á bara einhverjum föstum díl eða Já, algjörlega, við vorum bara þar sko fyrsta 1-2 árin þá erum við bara já, fyrsta árið þá vorum við bara að taka upp plötu og vorum bara í flottustu stúdíum í Hollywood og Los Angeles og ég sko núna hugsa tilbaka sem búin að vera unnur núna nokkur ára sem lagahöfundur hvað þú voru mikið forréttindi að fá að vera í þessum stúdíum ég fengið nokkur sem betur fer með artistum sem ég unni með í setjum tíð en við vorum bara með flottustu vorum með aðstofa fólk klaupandi og sækja mat fyrir okkur eða hvað sem við vildum bara you name it og og þetta var fyrsta árið svo ég er nú muna hvernig tímasetningin á sig er svo fór bara heilt ár hérna í það hjá okkur að komast út úr samning Hvað er það? Sko, Mér finnst það hvernig svo margir tónlistamenn lendi í því að þeir fá einhvern samning og svo er bara, getur plötufyrirtæki haldið þér í eitthvað svona gíslingu og eitthvað. Hvað? Það er því bara, þú heldur að þegar þú færð samning, þú veist ekki betur úr 20 eitthvað ára, þú bara, ég er búin að fá plötusamning í Hollywood, þú veist, og það sé bara end-all be-all, þú veist, og það sé bara geggjað. Auðvitað er það geggjað, en þú verður að vita hvort að fara út í og núna vil ég vil halda í allt mitt, ég vil helst ekki skrifa neitt frá mér, ég vil gera allt sjálf af því að á þessum tímpúti þá vorum við bara svo fegnar einhver og glaðar, einhver hefði áhuga að gera eitthvað með okkur í Bandaríkjunum að við bara skrifum frá okkur þú veist, svo mikið af prósentum og þú veist, við gerum hennan 360 deal sem er bara svona alhliða samningur sem er tíðkast svolítið í dag bara er orðið bara svolítið normið í dag að við umboðsfyrirtæki
það er umboðsfyrirtæki sem tekur okkur að sér og gerir þennan díl sem síðan gerir þann samning þannig að við svona eiginlega erum sænar í gegnum það fyrirtæki við label, það var mjög flókið þeim og þannig að þegar við vorum að komast út úr þessum samningum þá vorum við náttúrulega að reyna að taka tónlistina með okkur sem að þeir eru náttúrulega við erum búin að skrifa frá okkur við erum að taka tónlistin sem við erum búin að vera að vinna í með okkur sem bara var bara hræðilega erfitt og komast út úr þessum samning við þetta umboðsfyrirtæki til þess að mega byrja að gera tónlist upp á nýtt sem að hann ætlaði ekki að eiga og því þú hættir að vinna með honum bæði Svala Björgvins og Jóhanna Guðrún og bara rosa margir lendi þessu einhvern veginn að þeir eru haldið í einhverju gíslingu maður skilur ekki alveg, er þetta þá bara það mikið svona big corporation að það er ekki tækt að bara setjast niður, heyrðu, bara augljóslega langa með að fá að halda áfram að gera tónlist getur við ekki fundið einhverja lausn á þessu er það ekki? Nei, ég mæli með að fólk horfi á Dave Chappelle ég mæli bara yfir höfuð að fólk horfi á Dave Chappelle bara allt sem er til með honum horfi á það en hann gerði þátt, stand-up, ég man ekki alveg hvað heitir en þetta er á Netflix og hann er að tala um það þegar hann gerir samning við HBO bara fyrir mörgum árum síðan og þá skrifar hann undir bara alveg, hvað segir maður, blautur bak verun blautur bak verun, og bara, gerir þættina mína og bara frábært og bara skrifar undir og þeir eru að gera þætti fyrir hann og svo er bara búið að borga honum fyrir það svo mörgum árum setna að þá breytist náttúrulega allt og þetta er komið á þessar streymisveitur og þá allt í hennu bara er þetta bara komið alls staðar og hann fær ekkert fyrir það og það er ekkert að borga hann fyrir það og hann er alltaf alveg brjálaður bara yfir þessu og þetta er alveg rétt hjá honum hann alltaf bara það breytist ekkert með það er bara þetta er svo gömul apparat og þetta er allt svo formt í rauninni, þetta er náttúrulega hægt og rólega að breytast með þessu allir saman og það eru, bara þessi hagsmunasamtök þeir sem eru að berjast fyrir þessu þeir eru að hjálpa til en það kemur fram í þessu stand-up í hjá honum, þar sem hann er svo þakkláttur Netflix, því að hann bara hefur samband með Netflix og bara, ég er ekki að fá borga fyrir þetta bara takið þetta niður eða borgið mig fyrir þetta og Netflix bara, ekki málið, tók þetta niður sem eru svo flott þannig að við bara, bara, ég held að fara í hringi við vorum að tala um þessa samninga því staðan er svo erfiða því að, og vissanátt ertu náttúrulega þannig að þú kemur ekkert að framfæri nema að gera svona samning þannig að í hvers, ef þú ert ef þú ert orðin þekkt eða þekktur, þá ertu komin í rosa góða samningsstöðu, en þegar þú ert að fá fyrsta breykið hvað átt að gera? Það er nákvæmlega, valdið er allt í höndum þessara leipula og það er alveg saman hvað góð tónlistamæður að þú kemur ekkert að framfæri nema núna er náttúrulega allskynsleiði til Jú, það eru fleiri möguleikar það er rosa mikið af möguleikum og það er kannski allt, teknilega allt hægt í dag, en jú, þar eru peningarnir og þar eru stórlóðurðin og þar er líka þetta að þegar þú ert ungur og hungry og fátakur tónlistamæður þá líka bara það að fá þennan stóra advans sem að náttúrulega í gamla daga tíðkast það var miklu stærri advans er bara fyrirframgreiðsla og það er náttúrulega bara eitthvað sem að er svolítið erfitt sem neyði fyrir rosa marga. Hvernig virkar það þá? Er það bara gerir samningi x langa tíma og færð staðið bara, hér er peningur og þú gefur mig síðan allar framtíðatekjuðinar það er bara, long story short og því að þá bara í rauninni bara fá þeir bara fullt af prósentum af öllu sem maður gerir síðan og svo bara slæðir maður í gegn eða eitthvað og þá bara hei, það er alltaf gangur svolítið vel en hvað er peningur minn? Já, þú ert búin að gefa okkur prósentan einar þannig að, já, þetta er náttúrulega svo bara svo mikið til mismunandi samningar En er það þá þannig að plötufyrirtækin eru kannski að gera rosalega marga samningi í einu og svo er bara í raun og veru þú að sé ekki sagt búið að ákveða bara x stór hluti og jafnvel mjög stór hluti er bara að fara hann í skúfu en svo er bara, þú veist, þessi hérna ok, þessi fer upp þessi hérna fer upp, þessi fara hann í skúfu Við vorum hérna unnum með þessar plötu, platan var tilbúin
og þá búið að dæla í þetta peningum, dæla í okkur peningum, dæla í þetta peningum. Svo bara kom einhver bara fundur, bara eitthvað síðasti ársfjórðungur eða eitthvað. Og þá var bara verið að ákvaða hvað er mikið peningum eftir, eitthvað að setja pening í þetta tónleikaferðalag fyrir, eða radio promotion fyrir þetta, eða þetta og þetta og þetta, og þá bara, heyrðu, nei, við eigum eiginlega enga peninga eftir, við skulum bara fókusa á Jonas Brothers, Demi Lovato og og Selena Gomez sem voru alltaf á þessu fyrirtæki þá. Þannig að allir hinir býðum aðeins með það. Þú býður ekkert með svona, þú veist. Þá ertu bara að setja þeim mitt ón í skuffu. Var heilt plata tilbúin sem fór inn í skuffu? Já, og singlarnir átt að vera sko mjög flott lög. Megið þið ekki gefið út? Nei. Þetta er bara fast hún í skuffu? Já, þetta er, ég veit ekki, reyndar veit ég ekki, núna er þetta örugglega, núna á örugglega Bruno Mars þetta aftur, Bruno átti singlan allavega, núna á hann örugglega lögin aftur. Akkur átti Bruno Mars singlan? Hann samti lögin, þessa singla, hann samti og hans production team, þannig að það getur verið að þetta rétturinn og lögun falli aftur til þeirra, ég þekki þetta ekki nú, ég veit ekki alveg hvernig þeir samningar eru, sko. En eigið þið þá, eru þá lög einhverstaðar og lagar einhverstaðar sem að þið gerðuð með Bruno Mars? Já, minna platan sem væri rosa fínt fyrir ykkur að gefa út? Já, eða þú veist, ég veit ekki alveg með það, en sko, það var annað dæmi. Nei, menn myndi ekki geta selt þetta út á nafni hans? Jú, ruglega, sko. Og þá, á þessum tíma, náttúrulega, hann var ekkert orðinn svona stóru svona í dag, en þetta var akkúrat á þeim tíma sem hann var að breyka. Þú veist, hann var búinn að gefa út, held ég, Billionaire, held ég, og Beautiful Girl, hvað heitir þessu lög aftur? Það fyrstu fræðilögin hans. Grenade kom aðeins seinna, það ekki? Já, það kom seinna. Og svona, við náttúrulega vorum alltaf svo mikið kringum hann og þá strákana á þessum tíma og hann, ég man, í einhverju partí heima í okkur og þá vorum við eitthvað svona alltaf með að taka myndir og það var alveg svona, hann var alveg að passa sig, þú veist, hann var búinn að átta sig á. Hann var að fara að verða frægur. Þannig að hann var að vanda sig, þú veist, ekkert sjá hann reykja á þessum myndum og við erum ekkert með, þú veist, við vorum með brennivín, íslensk brennivín, passa við erum ekkert með brennivín á myndunum og eitthvað svona, þú veist, þannig að hann vissi að hann var að fara að verða frægur, þú veist, og þannig að ég held að það ekkert nýst okkur neitt mikið á þeim tíma þessi lög að nota eitthvað nafni hans en það hefði gert það árið setna. Hvernig er það talandi um eitthvað svona myndir og eitthvað? Já. Það er eitthvað sem er líka svona eitthvað sem við þekkjum ekki á Íslandi, svona papparasa stemning. Varstu vitni að einhverju þannig út í svona þegar þú ert innan einhverja kannski sem eru þekktir að það er bara, þú veist, viðkomandi veita eða næst þessi mynd á honum þá er bara hægt að selja hana fyrir eitthvað svaka pening í einhver blöð og... Já. Það, þú veist, fólk var alveg að vanda sig, sko, þú veist, og svona kannski aðalega maður verði vitni að því þegar maður er að fara kannski á einhver svona ívent eða klúbba, þú veist, og kannski, þú veist, á víni sem er að koma fram, þú veist, þá sér maður, þú veist, það er verið að vanda sig þegar það er að fara inn, það er verið að fara út, þú veist, þegar svo held ég sé bara fullt af fólki sem hringir bara sjálft á paparazzi, sko. Bara, heyrðu, ég er að fara að vera þarna en er að taka myndir af mér. Þú veist, þannig að... En hvernig síðan þegar þessi flækja er svolítið svona einhvern veginn að búið að leysa hann svona henni, þá ákveðið að vera bara áfram í LA og þá voruð þið náttúrulega allar að vinna bæði við tónlistin ykkar en líka bara að vinna venjulega vinnu, sem bara náttúrulega rosa margir er að gera því. Já, nei, við vorum bara mest að taka bara öll þau tónlistarkrum sem okkur bara bauðst, bara alls konar. Og við vorum, sko, það komu oft, sko fátækur listamaður, við vorum bara oft skilgreiningin á fátækur listamaður og við vorum bara að hösla. Hver er skilgreiningin á fátækur listamaður? Það er bara að vita ekkert hvort þú ert að fara að geta borga leiguna eða ekki, þú veist, og búa í einsherbergi íbúð með 2 öðrum manneskjum, þú veist, en þetta var metnaðurinn, það hefur aldrei skort metnað eða ástriðu fyrir því sem við erum að gera og við höfum bara alltaf ætlað okkur bara að láta hlutunni ganga upp. Er það ekki líka samt oft þannig að þeir sem síðan fara eitthvað og verða heimsfrægir og ríkir, þeir horfa síðan með nostalgíu á tímabilið þegar það var eins herbergja íbúðun og það var verið að harka fyrir ástriðinu?
örugglega, ég rosa þakklátt fyrir þennan tíma sko. En hvað eru öll þau gig sem í boði í LA? Því þú veist að Íslandi væri það bara eitthvað þú veist, það einhver sem vill og spilir í brúðkaupinu sínu eða það einhver sem að vill jarðaför eða það eitthvað. Hvernig gig í gangi í LA? Ertu að fiska eftir armenska? Aðeins. Ég var svona að fiska eftir í hvort þú vildi tala það, ég veit það ekki. Já, menn þetta í hug, jú, ég get alveg talað það, sko. Þú ert vinsæl hjá Armeníu, Ég skal tala því við tvö erum náttúrulega bara að hlæja svo mikið að þessu, það kannski ágætt að tala til þetta niðurum, sko. Já, það var þannig að, bara svona til að svara fyrst spurningunni, það náttúrulega bara þessi gig eru fyrir mig að syngja demo, bara að syngja, bara fara inn í session, taka bakrættir og syngja demo og og ég var alltaf á bara, þú veist, ég var á Craigslist að leita mér allski svona bara svona bakrættavinnu og eða syngja demo sem, þú veist, þá eru lögin tekin upp og send til artista en það er mitt á einn af þessum bara þú veist, þessum leitum mínum að ég sé að það er verið að auglýsa eftir bara Armenian popstar, þú veist, er að leita að feature stelpu til að syngja með sér á einhverju lagi og ég svara þessari auglýsingu og þetta var rosalega vel borgað það var bara rosalega vel borgað og ég kom að þetta er bara alveg geggjað og hann bara svara strax og þetta og svara strax og bara, heyrðu, ég vil endilega fá það til að syngja með mér og bara, ég geri það, fer inn í stúdíu með honum og syng lag hálft á hann syngur Armíni á armensku og ég syng á ensku mjög lélegan þýddan enskan texta og þetta bara gerði það verkum að við gátum borga leigun okkar ég tók þetta gig og ég bara borgaði leiguna og við bara vorum í góðum málum, það var ekkert mál og svo þurfti að gera myndband og þá fekk ég borga fyrir það og svo bara í kjölfarið þá bara slóðu þetta svona í gegn að ég var bara fræg í Armeníu Já, armenska samfélagið þannig ég fór bara inn í, þú veist, armenska hverfið til að bara get recognized þetta var mjög fyndið og er mikið armenum í að leiða? Mikið, rosalega stort, ég held þessu 2 milljónir bara Armenians bara í LA og það eru alls kyns brúðkaup og trúlónavislur og þú veist, sem ég var bara að syngja í er reyndar aldrei syngja hann vill aldrei syngja, hann vill alltaf mæma alltaf mæma okay. þannig þannig ég bara mætti alltaf hann bara dress up and look sexy þannig að ég alltaf að klæða mig fínt og svona mega fínt svona, ég bara er aldrei svona fín og syngja lagi með honum og horfa á það sem að fólk er að dansa fyrsta dansin og það kemur fólk út á mitt gólf og kastar í þau peningum þetta er hefð í brúðköpum að fólk bara komi úr kasti, þú veist, þetta er svona rosa fínt dæmi, kasta $100 seðlum í nýgiftu hjónin og við að syngja eða ekki syngja á meðan og þannig að þetta var eitt af þessum giggum sem bara Hvernig er að performa með mæmi? Það er alveg ömurlegt og ég geri þetta ekki þetta er bara, og við lögðum rosalega mikið upp úr þessu við stelpurnar að syngja alltaf live þannig að þú veist, þar að leiðandi voru þú veist, örgulega hellinga giggum þar sem við vorum ekkert eitthvað bara að syngja perfekt og því við vorum alltaf að syngja live við vorum svo harðar á því við vildum ekki mæma Er það eitthvað er ekki rosalega fáir sem mæma? Nei. Eru margir sem gera það? Já, og það er eitthvað sem ég myndi alveg, það er eitthvað sem ég myndi bara, þú veist, fólk á alveg að skoða þegar það kom fram í sjónvarpi. Þannig að live flutningur, það er rosa, þú veist, það er rosa hit and miss. Já, ok, sjónvarpi, en ef þú ert bara live fyrir framan áhorfendur, taka áhorfendur ekki eftir því þú ert að mæma? Jú, ég held það. Er það ekki? Alveg pottet, sko. Þú veist, þessna var þetta alltaf bara þú veist, þegar ég var að gera þessa visslur það var bara, hvað er ég að gera? Þú veist, sem betur mæma fyrir framan einhver armen já, þú veist, sem betur fyrir þetta bara mjög afmarkaður hópur en var þessi náungi þá frægur í Armeníu? Já,
mjög frægur og það sem ég bara mitt svona uppáhaldi mitt við þennan tíma og það sem ég þakklátt fyrir að ég kom fram í Kodak Theater sem Dolby Theater Dolby Theater held ég fekk að koma fram á risa tónleikum fullur salurinn fyllti þetta salurinn sem Óskarinn haldin í og ég kom sem gestastjarna þú veist á þessum tónleikum og fekk að koma fram ég veit ekki hvað margir Íslendingar hafa gert það koma fram í Kodak Theater þetta svona dálítið epic epic staður ég með það á ferilskránni ég hef sungið sem guest star þú veist og tekið eitthvað áriðunarsession fyrir Armenians eftir þú veist og fékkst eitthvað tilboð frá Armeni eftir þetta eða væntanlega hefur tókuð upp einhver vídeo eða eitthvað sem að fór á flug þar eða já þau vildi kæmi og kæmi þangað vildi fljúa mér þangað og svo þetta búið að vera svo mikið búið að vera svolítið svona stöðugt ástand þarna að ég hef bara ekkert viljað það og hefur ekkert verið nála þegar að fara til Armeni? Já. Syngja? Já. Okay. Það kom til greina. Og okkar maður, hann í Armeni eða hann í LA? Hann í LA. Okay. Hann í LA. Þetta mörg ár síðan, sko. Heldur þú sambandið við það? Nei, við erum einhver sambandið, sko. Við erum á góðum nótum, sko. Þetta yndislegur maður, sko. Já, þetta, þú veist, þessi tími bara, já, þessi verkefni sem maður tók allt bara, veist. Eitt sem við hugsaðum á þegar þú sagðir hérna dress up and be sexy, að þið eru þarna í LA sem náttúrulega ég sletta, svona epicenterið af Me Too. Já. Þegar Harvey Weinstein dótið kemur, ég var einmitt í Kaliforníu þá, hérna haustið 2017. Já. Var mikið breyting á borginni fyrir og eftir það? Og breyting í svona bransa sko, ég á þessum tíma náttúrulega þá bandið ekki í gangi, sko. Nei. Þannig að við finnum minna fyrir því, þú veist, og það er meira, maður setti kannski hluti í samhengi svona eftir á, svona, ég held að það sé svona í þessum bransa, maður lætur margt yfir sig ganga og segir að svona fattar ekki, sérstaklega bara ungur og veitur betur, að maður fattar ekki fyrir eftir á bara, þetta hefði ekki átt að vera svona og þú veist, við erum mjög heppnar, við erum enginn okkar hefur lent í svona einhverju alvarlegu og það held ég sé bara fyrst og fremst að því við vorum bara alltaf þrjár saman. Já, einmitt. Þú ert ekkert að messa við einu okkar því það eru bara alltaf hinnar tvær bara En það ekki dálítið sem var í gangi svona, þú veist að það var einhvern veginn talandi með þessi svona, þegar maður að reyna að koma sér að framfæri hvort sem er leikari eða tónlistarmaður eða eitthvað og það er eitthvað plötu fyrirtæki, eitthvað sem heldur og öllum tækifærunum og síðan allt í einu kannski einhver sem bara svona ég meina ef þú ferð og deytar þennan þá getur nú eitthvað gott fara að gerast að þér og ekki alls konar þannig dót sem var mikið í gangi svona verið að í raun og veru segja þú veist, ef þú gerir þetta þá farið tækifæri algjörlega, og hvernig þú klæðið og hvernig þú lítið út og þú veist, hvað átt að vera þungur og þú veist, allt þetta sko þú veist, þetta er alveg bara eitthvað sem bara umræðinu bara er bara í eðlum samræðum bara allt í einu, þú veist, og er alls ekki, þú veist ég held að rosamart sem búið að breyta síðan við vorum, þú veist, á fullu og ég vona það allavega, mér líður eins og að sé og ég vona það, þú veist en við erum líka bara sko búum að því að vera íslenskar konur sem að eru líka bara ekki fara að taka ykkur kjaftaði sko. Nei, mitt. Þannig ég held að bara við settum alltaf svolítið tónin í herberginu þegar við komum inn, þú veist, það er ég finn það á mínum amerísku vinkunum mér líður bara alltaf eins og ég sé að tala bara með jafningja, það er sama hvað þú veist, þetta er bara, þú veist, mér líður þessu konur og kallar standi og bara standi jafnhættis sjálfsögð, en þeim líður ekki endilega þannig. Það eru kannski með svolítið annars konar skilyrðingu. Já. Það er rosa skrítið að upplifa þetta af því ég mun aldrei skilja þetta til fullnustu en þú veist, en þetta er þú veist, þessu betur fyrir mun ég ekki alveg skilja þetta til fullnustu, þú veist, ég býja þessu þess að ég segi bara, það íslenska mentalitet bara það er ekkert kjaftaði, þú veist, en
jú, það voru alveg aðstæður sem að maður svona, sem voru kannski, þú veist, svona aðeins kjánalegar kannski. Því maður svona upplifir einmitt frábær og þessi borger, þá upplifir maður að þetta einhvern veginn allar að leita tækifærum og þá er maður líka komin í name-dropperina, sko. Já, hún er svo sjálfhverf, borgin. Það er engin þarna til þess að búa sér til lífi að stofna fjölskyldu. Þú veist, það eru allir þarna bara að hugsa sjálfan sig. Ég. Þú lítur að þekkja margar svona name-droppera sem að, þú veist, ég kynntist nokkur manna sem einhvern veginn bara svona, Robert Downey Jr., ég er nú maðurinn á baku ferilinn hans og svo fyrir maður að kíkja einhverja kreditlista og við komum til ekki einu sinni nefndur á nafn. Það er alltaf svo leiðis. Þetta er alltaf, fólk lifir svolítið á því hvað það, veist ekki hver ég var. Just, sögurinn stækka. Þú veist, ef þú sagðir hæfið einhvern, þá ertu besti vinur hans. Já, algjörlega. Ég er svona, þú veist, og það er einmitt þetta, það er einhver spyrmann, hver er frægast þess að þú er hitt? Og þetta er alltaf svolítið óþægileg spurning og þegar maður vill heldur ekki vera þessi eitthvað, ég er búin að hitta þennan og eitthvað, þú veist. Þannig að, já, þetta er, fólk lifir svolítið á þessi maður sem við vorum að vinna með, hann var svona gamall radiohost og þegar við kynnumst honum, þá var það, hann seldi okkur hugmyndan að vinna með honum á einhverju sem hann hefði gert fyrir 20 árum, sko. Einmitt. Og svo kom náttúrulega bara annað daginn, hann var náttúrulega ekkert búin að vera svona að lifa og hrærast í þessu, hann er bara ótrúlegur samt að hafa komið okkur þákað sem hann kom okkur, en hann hafði ekkert verið að lifa og hrærast í þessum bransa í langan tíma. Hvað er það við Kaliforníu og LA og þá kannski, þetta er svona aðeins, eins og sagði með Trump á hann, þetta er svona að byrja að súrna einhvern veginn. Já. Ég veit ekki hvort það er rangt hjá mér, en mér finnst einhvern veginn upplifa að það séu margir að flytja til Texas eða til Flórida eða eitthvað, því það séu einhvern veginn eitthvað í Kaliforníu sem er að verða pínu skrítið. Sko, ef fólk er að flytja til Texas eða Flórida, þá veit ég ekki við kannum þú að tala. Nei, þá er ég að meina bara, já. Það er eitthvað flaggistættjók. Sko, ok. Til New York sé ég fólk fara og San Francisco. Það sem ég kannski segja ég byggi þetta svolítið á því að ég hlusta svolítið mikið á Joe Rogan og, þú veist, podcast sem eru svona, þá er kannski meira þeir sem eru, það er svona annar hópurinn er að fara einmitt til New York og San Francisco og það er þá kannski meira svona liberal fólkið og svo er það hitt fólkið sem er að fara, en það sem er að segja kannski að það er einhvern veginn allir að fara eða pæli að fara af því það er einhvern veginn orðið svo mikið divide og Bandaríkin í heild eru orðin svo rosalega mikið, ef okkur finnst við vera ósamála á Íslandi, maður eru tilfinninguna í Bandaríkinu séu bara tvær þjóðir, sko. Það er bara brjálæðislega polarized og þetta er einhvern veginn bara á hvað segir maður, bara on the brink of civil war eða eitthvað, það ekki? Þetta er bara polarized er ekki rétt orðið. Já, þetta er það og þetta er náttúrulega, sko, þú veist, núna ég held ekki að við sem búin að sjá það versta af þessum kosningum, sko. Nei. Því það er náttúrulega ekki búið að sverja hann inn og það er ekki búið að, þú veist, þetta er bara ekki búið, sko. Nei. Hvað heldur þú þá eftir að gerast? Það er einhverju óverðir og mótmæli og ég veit það ekki. Ég þori ekki að segja neitt, ég vil bara ekki setja neitt út í kosmosu, sko. Þetta er bara... En hvernig var það? Varst þú... Jú, þú hefur ennþá verið í Kaliforníu, það ekki, þegar var komið þarna, þegar var að kveiki bílum og eitthvað bara í LA og eitthvað. Já, þessar óverðir og þetta líka bara, þetta er hræðilegt, sko. Við erum náttúrulega ekkert vön svona, Íslendingar. Nei, og þetta er þú veist, ég myndi að það að vera bara, þú veist, það eru bara lögreglubílar og vopnaðir lögreglumenn bara á hverju einasta götuhorni og það eru allar rúður brotnar í öllum búðum, allstar bara svo lappar, þú veist, og það er enginn úr götunum því fólk er bara, annarkvort þú mátt ekki vera út af því það er út af vírusnum eða út af því að það er bara, fólk er bara hlaupandum með, sko, barefli. Var þetta svona bara... Þetta var hræðilegt ástand. Hvaða tími var vestur? Eða var þetta svona bara allan tíman? Nei, ég myndi segja að þetta hafi verið í kringum Black Lives Matter, þú veist, þegar það bara George Floyd, þegar þetta allt sem hann fór á stað. Þá voru mótmæli hverjum einasta degi. Já. Og þó að þau hafi mesturlítið farið fram friðsamlega, þú veist, svona innan gæsalappa, að þá er þetta samt þá er bara þessi spenna í loftinu og allt þetta fólk sem safnast saman á einum stað og svo vera að loka öllum götum og svo líður dagurinn og svo fer allt bara í rugl kvöldið, þú veist, og
og við náttúrulega við búum í hjarta Hollywood, sko. Þú komst alltaf til okkar í nýjubúðuna, sko, en farðum okkur eiginlega bara aðeins niður í götuna. Og þannig við erum bara alveg í mekkanu. LA er náttúrulega fyrir þú sem ekki þekkir svo risastórt flæmi. Það eru hverfin sem eru við sjóin, svo eru það útkverfin, svo er það einmitt, þú ert komin upp í hlíðarnar, þú ert komin í Beverly Hills og Hollywood og þið eru þar. Við erum í Hollywood. Og var mesta, en var ekki, það var líka rosa mikið í Santa Monica og... Jú, downtown. Já, mikið downtown, sko, og þú veist, að finna að segja downtown, þegar Hollywood er eiginlega svona eins og miðjan, en downtown er síðan, þú veist, það kallast downtown bara. Downtown er það sem að var, sko, náttúrulega Skid Row og síðan orðið núna náttúrulega svona hipstera stemning. Já, algjörlega, rosa mikið uppbygging og allir stóru háísinn og sko, mesta svona eina, kannski borgar svona, hvað segir maður, Metropolis, svona, þú veist, svona feelingur, en það er mesta svona stórborga feelingur nýri downtown. En já, þar voru þessi mótmæli mest þar og Vá, hvað þetta er skrítið, maður hugsaði mig þegar þú ert að segja þetta með borgarastyrjöld eða svona, það er einhvern veginn eins og maður sér einhvern veginn, kannski er maður smá mengaður af fjölmiðlum, ég veit ekki, en maður sér einhvern veginn ekki alveg hvernig Bandaríkin mun ætla að fara tilbaka, af því klofningurinn er alltaf að vera meir og meiri og maður sér einhvern veginn ekki hvernig þetta verður aftur bara svona þjóð sem er svona, við erum ósammála eitthvað í stjórnmálum, en við getum svona alveg bara lifað öll saman í sátt, sko. En, sko, þetta er það sem ég finnst svo áhugavert. Er þessi þjóð endilega búin að lifa saman í sátt og samlindi? Nei, líka ekki. Það er það sem ég held að sé líka bara mörgurum málsins. Þetta er búið að vera rosalega skipt. Fólk er bara ekki búið, við erum bara ekki búin að fá að sjá það eða finna, eða fólk er ekki búið að vera, þú veist, þetta, eins og þetta sem er svo mikilvægt við Black Lives Matter er að það er að koma á yfirborðið hvað þetta er stórt, algengt og viðurkennt bara, að þetta sé bara þessir fordómar þessi bara, sem eru bara sko rótgrónir og bara fléttaðir inn í bara sko samfélagið, bara inn í bara daglegt munstur. Sko ég bara hugsa ég, hafandi ferðast út um allt, hef eiginlega aldrei verið jafn óöruggur neinstaðar í heiminum eins og þegar ég hef þurft að, þegar lögreglan í Bandaríkjunum, það hefur tvisvar gerst að lögreglan í Bandaríkjunum stoppa mig og samt er ég hvítur, sko. Þannig að það er einhvern veginn bara svona lögregla í Bandaríkjunum og þú ert dökkur bara ekki gott. Ég veit það. Þetta er bara, þú veist, já, ég sjálf, sko, ég hef einu sinni verið stoppuð úti þegar, ég man ekki, það var eitthvað vittlust, ég var ekki búin að uppdata license registration eða eitthvað á bílnum mínum, ég man ekki hvernig það var eitthvað svona algjör klúður. Ég var stoppuð og systir mín var í heimsókn hjá mér og hún var með mér í bílnum og ég varð svo hrædd, hún skildi ekkert í mér, bara svona hrædd, ég var svo ógeðslega hrædd. Ég rétti hann ökuskírteinið mitt og þetta var, þú veist, þetta var ekki neitt mál, þú veist, ég held hann ekki eins og sekta mig. Hann bara, hvað er þú út bara að passa, þú veist, eftir þetta eitthvað? En ég var svo ofbóðslega hrædd að hann spyr mig hvað er að gerast? Er jarðskjálfti? Nei, það er eitthvað, þetta gerist gæði líka, dempuðist allt í hennu ljósin og svo það kemur svona smá hljóð núna, svo ferða það eftir smásnund. Þetta er eitthvað, þetta tengist einhverju sem er að gerast en einhverju öðru helbyggi eitthvað, sko. Viltu að sé leið með þetta? Upptökum? Já. Veitu, hvað var ég? Þú varst að tala um býtu nú erum við bæðið með brest. Athyglisbrest. Sko, já, ég er með megatriðsbrest. Það verður mjög áhugavert að heyra hvað ég er búin að fara í margar hringi í þessu viðtali að byrja að segja eitthvað og svo tala um eitthvað aðspennandi. Bestu viðtölin. Við vorum að tala um lögregluna, stoppuðu lögreglunni og hvað þú hefur verið hrædd. Já, og ég var svo brjálæðislega hrædd og hann byrjar að spyrja mig byrjar hann að læta mig staðfesta einhverjar upplýsingar sjálfa mig og hann spyrir mig hvað ég sé há og hvað ég sé þung og eitthvað svona og ég segi bara ég byrja bara að ruggla. Hann spyrir mig hvað heitirðu og ég gat ekki sagt hann hvað ég heit. Hann eitthvað, what's your name? Og systir mín, Klara og ég, þú veist, hún þurfti sko bara svona bara gjörsamlega slá mig í gang
og hann spyrir mig hvað ég sé há og ég segja nú ég sé 2 metrar eitthvað ég veit ekki, þetta er allt í feet, þetta er ekki sentimetrum og ég bara pull eitthvað, ég segja nú ég sé 2 metrar og ég held ég að satt hann ég sé 200 kíló þetta var algjört rugl og hann horfði bara á mig, kíkti inn í bílinn, sá systur mín og bara hlæja og hann bara, it's okay ma'am bara it's okay. Einmitt, af því maður vill trúa því að kannski svona ég lendi bara mjög góðan meiri hlutin að lögreglumönnum séu, en þá maður kannski, þarna þú, kannski brend af því sem þú er heyrt af fólki og svona, sem það þarf ofta ekkert mikið til þess að þetta bara eskalator og svo rætt, og það er bara einhver sem í einhverju valdatrippi og ég segi orð eitthvað vittlust og svo fær maður eitthvað rosa ósangjandi yfir sig og maður ætlar að fara að svara og þá bara allir komið byssar, skilur. Ég dæmi mynda, vin sem bara þú veist talar það eins og þessi bara dala upp brauð og hann bara, þú veist, hann þarf að vera hann er svartur og hann þarf bara að vera hann fer bara á stað að keyra, hann þarf bara að passa sig bara, þú veist, vera ótrúlega vandurkur og og þetta er eitthvað sem að hann þurfti bara að læra bara hvernig hann átt að hafa sér og hvernig hann á að bregðast við ef hann er ykkur lögreglu eða ef hann er stoppaður Nú sagðir að fólk hefði verið, þú veist, annarkvort ekki að fara út úr húsi út á óerðum eitthvað, eða út af COVID. Hvernig voru reglurnar, þú veist, að því við erum svolítið mikið búin að vera pæli í þessu hér, hvernig reglurnar eru hér og svona, þú veist, hvernig, og síðan oft talað Bandaríkin bara eins og einhverja eina heild, en það náttúrulega eru rosalega mismunandi reglur eftir fylkjum í Bandaríkjunum. Já, ég held og líka, sko, í LA var þetta þannig að fyrst var allir bara lokað alveg. Það var bara mega shutdown, sko. Þegar klósettpappírinn var hvergi hægt að fá. Já, það seldist upp hver einasta klósettrúlla í bara borginni eða fylkinu, ég veit ekki hvað. Og á þessum tíma þá voru við, sem betur fyrr var ég var alveg, Alma var mjög slök til að byrja með. Hún var bara, nei, þetta er ekkert mál. Við förum bara til búð, það er enginn að loka búðunum, þú veist, það er ekkert að fara að gerast. Og ég bara svona viku áður en allt fór í rugl að þá nokkrum dögum kannski þá tek ég myndband bara af rekkunum og sendi á Ölmu bara, það er allt tómt, nú förum við og við kaupum inn fyrir mánuð og svo betur við gerðum við það og við erum bara mjög skynsamar bara yfir höfuð, þannig við bara, þú veist, erum bara kunnum að skipuleggja okkur og en við kláruðum klósettpappírinn þannig að við þurftum að fara og ég gerði eitthvað skiptidíl bara í ganni við eitthvað vin minn þar sem að hann fekk hvað fekk hann? Hann fekk eitthvað dósamat og ég fekk klósettrúllur hjá honum í staðinn. Svo galið að hugsa þetta núna. Já. Þessi tími þegar það var bara klósettpappírinn var Já. Ég var eins og fræktur orðið í þessum þáttum, ég var búin að segja þess að sögu oft, ég var hjá systur minn í París og þar var það bara, maður enda að kaupa einhver búnt af einhverjum tissjúum og eitthvað, því að bara klósettpappír búinn alls þar. Bilað, sko. Bilað. En hvernig þú hlýtur að vera í reglulegu sambandi við Ölmu? Já, hvernig stemningin að það núna? Það er aftur í lockdowninu núna, en hún er svo mikill nagli, sko, þú veist, það er ekkert sem slæðir hann út af laginu, þú veist, hún er líka bara, þú veist, hún heldur mér alltaf á jörðinni, sko, heldur mér á jörðinni og hjálpa mér að sjá, þú veist, sjá hlutina í rétti ljósum og svo skynsum og staðið föst. Hlýtur að skríti fyrir hana, last man standing, að þið eru farnar heim og hún er bara ein eftir. Já, hún er, ég segja, það er ekkert sem slæðir hann út af laginu, og hún er bara rosa dugleg bara að bara hugsa andlega heilsu og þú veist, og hún er bara, og við báðar, við erum svo miklir jóga sjúklingar að hún gerir bara jógakrum með einsta degi og þú veist, það bara heldur manni góðum og eða þú veist, svona semi allavega, og hún er með svona lítinn hóp sem bara svona quarantine þú veist, þau eru alltaf saman og passa upp hvort annað og sem betur fer er bara eins og ég var að segja áðan með session, þau eru flest komin online rosa mikið bara að vinna í gegnum Zoom eða FaceTime þannig hún getur bara unnið rosa mikið heima og hún er rosa hamingjusum úti, er bara
bara glöð þar. Þú komin heim, varst að gefa út lag. Já. Sérðu fyrir þér bara, langar það að vera núna bara að vinna við tónlist á Íslandi? Já, mér langar það. Og eitthvað annað líka, sko. Ég bara, já, helst tónlist og ég held að ef þessi langi tónlistaferill minn núna næstu 20 ár sem ég er búin að vinna í tónlist, ef það er búið að kenna mér eitthvað, þá það bara að Íslendingar hafa rétt fyrir sér, því að þetta reddast alltaf. Já. Þetta reddast alltaf. Já. Og það er bara allt í lagi nefnilega að bara leyfa hlutunum að ráðast svolítið. Og já, ég er bara þar svolítið. Þú ert svolítið þar núna bara? Já. Bara þetta líka að því þetta er bara allt búið að gerast einhvern veginn óvart. Eða ekkert óvart, ég held að hlutinni gerist alltaf fyrir einhver ástæðu, sko, þú veist. Og ég bara veit að ég vil hvergi annars það að vera akkurat núna. Nei. Og það er bara, ég vil vera á Íslandi og ég ætla bara að finna mér leið til þess að gera það og vera bara í tónlist líka og Það er örugglega líka því að við sem höfum alltaf búið á Íslandi einhvern veginn og erum hér að þá, þú veist, einhvern veginn við förum út til þess að vera í einhverjum fríum eða eitthvað svona, en ef maður er búin að búa mjög lengi úti þá hlýtur einmitt líka stundum að vera bara eitthvað og bara hitta vini og fjölskyldu og byrja bara þar, sko. Já, ég er svona ég veit að ekki, þetta gæti orðið sjokk allt í nú kannski eftir jól einhvern tímann, ég er ekki komið þangað en kannski á ég eftir að upplifa mig bara Guð minn almáttugur. Ég er svo grillaður að ég er þar núna, sko. Mér vantar sólina mína núna. Já, örugglega að fá svona, ég þarf að komast út, sko. Þú veist, ég er alveg svona þetta er alveg baka eirað, bara um leið að ég geta þá er örugt að fara til LA aftur, þá ég eftir að fara og vera einhver tíma og vinna, sko. Þú veist, taka session og raða upp bara þannig, bara ég er náttúrulega enda með Er eitthvað, ég er ekki búin að fylgjast með, er eitthvað að vita hvenær verður aftur hægt að ferðast bara öll á mig til Bandaríkjanna? Nei. Það er ekkert búið ákveða með þannig? Nei, það held ég ekki. Og ég er bara, já, ég er ekkert að stressa mig á því. Og líka bara, það er einhvern veginn orkan er þannig, mér langar heldur ekki út í þessu orku. Nei. Þetta, þú veist að það séu bara allir með byssu á heimilinu sínu og þú skulir geta haft, að það skuli vera aðlarna sem geta haft svo mikið hatur í hjartanu. Það er einhvern veginn bara langar að gefa í kringum það. Líka því að maður svona allavega gegn fjölmiðla þá polariseringen hér er alveg, þú veist, það náttúrulega er alveg það er eðlilegt held ég þegar COVID er búið að vera svona langan tíma að við séum ekkit endilega öll sammála, en maður hefur tilfinningin í Bandaríkjunum og það séum mitt bara svona rosa mikið bara sumir eru bara á því að það eiga loka öll og þetta sé á meðan aðrir eru bara þetta er allt bara kjaftaði og opna allt og þetta er bilað, sko. Og svo spilar þetta allt sem er inn í kosningarnar og allt verður dálítið pólitískt og þú veist, ég kæri mig bara ekkert að kommenta á það út af því ég veit bara þetta er búið að valda svo mikið af fólki kvölum að það er bara þú veist, þetta er bara við verðum bara að finna leið til að standa saman á einn eða annan hátt og gera þetta í sameiningu. Já, því það er náttúrulega sem gæti verið, segjum nú sem svo að bara best case scenario sé að þetta bóluefni komi og allir séu bara, þú veist, þetta bara einhvern veginn fjari svolítið út, þá situm við eftir með þessa polariseringu. Já. Þá svolítið, hvernig ætlum við að lifa saman, þú veist, þetta er svolítið búið að mér finnst sko þetta COVID-tímabil búið að kristalla svolítið, við verðum að læra að mega vera ósammála aðeins að okkur finnst við vera fíl. Já, alveg sammála því. Einhvern veginn bara svona, að því við munum alltaf, það er alveg sama þó að COVID myndi lagast á morgun, þá situm við eftir með þetta allir sem voru ósammála mér eru fíbl, skilur við. Já. Og það lagast ekkert á einum degi ef mér finnst það í alvörunni, sko. Nei, þú veist, ég er alveg sammála því, en svo náttúrulega er þetta líka bara, þú veist, það fer þetta ávið þessu, þú veist, því það er að hafa allski skoðanar á því það er bara af því það er svo, hvort sem er svo margt sem aftur að koma í ljós en svo eru líka hlutinir eins og fólk er að nota þetta statement eins og bara í, þú veist, þessum réttindabartum, þú veist, og þar á þetta ekkert við. Nei, einmitt. Þar finnst mér ekki, þar er ég bara mjög ósammála því að það sé bara eitthvað við verðum að vera sammálaður og ósammála. Nei, því þarna erum við að tala um réttindi. Já, þetta er mjög góða punktur. Þetta er svona
Þetta mjög góð punktar, þetta þunn lína hvar við erum komin í eitthvað þar sem í raun og veru kannski ekki alveg í lagi að vera ósammála. Hvenær, þú veist, þannig að þetta er svo viðkvæmt, sko. Þetta mjög viðkvæmt. Og það það sem gerir þetta svona, held ég, flókið og þessna þetta svona gróft og þetta orðið svona, þessi tveir pólar að því að við erum ekki, aðstæðunar úti ekki bara COVID. Þú veist, þetta allt annað sem spilar inn í öll þessi pólitík og öll þessi social issues og þetta bara þú veist, þannig að þetta bara svona óþægilega orka Spyr fólk stundum í lokin að þú verður að gefa sjálfur þér ráð að þú værir 18 ára og komið með allar reynsluna sem þú ert með myndirðu gefa 18 ára Klöru eitthvað ráð miðan við allt sem þú ert búin að læra á þessu ferðalagi? Já. Ok. Það held ég bara þú ert betur en þú heldur. Já. Og þú ert með þetta. Það svona, ég svona svolítið búin að gleyma því og þurfa svolítið að minna mig á það. Ég actually bara svolítið góð í þessu. Já. Það gleymist svolítið. Ég sammála því. Bara, takk. Það svona, maður þarf að minna sig á það, maður bara, þú veist, og líka bara trista og þetta bara, held ég ætla að gefa öllum þessi ráð, bara, þetta Klöruráðin tristu bara hjartanu, farið eftir eða hjartanu, mitt hjarta svona svolítið svona, það hér þú veist, ég finn alltaf einhvern veginn, ég veit alltaf þegar ég á svona bara, ég á að gera þetta svona þetta ekki rétt eða þetta rétt bara follow gott, það alltaf bara fylgja hjartanu það bara, það mitt ráð og til mín sem 18 ára Klöru fylgdi hjartanu Æðislega að fá þér svo og takk fyrir mig Takk. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mér langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið, að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.